þykir og færir bestu veiðuna að stunda veiðar á hrossagaukum en hann þykir sérstaklega ljúfinn veiðibragð. Áður en fuglinum sleppt hann merktur með númeruðum hring. Segja má að hann sé komið með sína kennitölu. Að lokum hann vigtaður og honum síðan sleppt. Hann varkár að eðlisfari og skýlir sér á bak við stein ef hann líst ekki á blikuna. Sá sem staddur í varplendi hrossagauksins verður áþreifanlega var við nærveru fuglsins með langagogginn og stuttabúkinn, en eins og margar fuglategundir hefur hrossagaukurinn yfir fleiri en einu hljóð að ráða. Einn og einn á það til að stilla sér upp á þúfu, girðingastaur eða stein þegar svo liggur á honum og virðist á litlu skipta hvort hann sést eða ekki. Einkennilegur fugl. Það liggur mikið á að safna kröftum fyrir mökun, hreiður geitir dágóðum tíma í að snyrta sig. Eins og færasti háskeri rennir hann löngum gogginum í gegnum fjadurhaminn og snurflessa sig. Sagt að hann sé trúr maka sínum, jafnvel þótt kvenfuglinn láti heillast af mörgum karlfuglum í upphafi og að karlfuglinn eigi nokkrum samböndum utan hjónabands á meðan maki hans liggur á eggjum. Karlfuglinn eltir venjulega kvenfuglinn hljóðlega en stekkur svo og flýgur í kringum hann. Síðan með mikilli reisn og varfærni reigir og sveigir parið sig, stekkur allt í einu, þau rétt snertast og fljúga síðan stutt pörunarflug. Þessi dans getur varað svo mínútum skiptir, oft með hléum á milli. Þegar fuglarnir stíga í vænginn hvorið annan virðast þeir einir í heiminum og sennilegast þetta eina stundin í lífi þeirra þar sem þeir láta alla varkárni í lönd og leið. Í lok kemur kvenfuglinn sig fyrir og skipuleggur sinn litla heim fjarri skarkala heimsins. Hann verpir oftast 4 eggjum með einstaks millibili sem klekjast út á sama tíma eftir 18 til 20 daga álegu. Kvenfuglinn liggur stöðugt á eggjunum og gæti þess að rétt hitastig haldist á þeim. Hann bregður sér einungis frá til að næra sig eða ef hann hrakinn upp á hreiðrinu. Þegar hann snýr aftur gerir hann allt til að leyna leiðinni. Sumarnæturnar á norðurhjara líða ein af annarri. Í hreiðri hrossagauksins alltaf verið tilbúið fyrir stóru stundina. Það farið að brjóta á eggjunum og þeir sem búa þar fyrir innan orðnir óþolinmóðir að komast út og taka þátt í ævintýrinu fyrir utan. Ef grannt hlustað, má heyra þeirra brestur í skurn eggjana. Sá fyrsti kemur út og lætur í sér heyra. Hann hvetur systkini sín til dáða. Þau vita öll sem að lítill tími til stefnu. Þegar ungarnir fara úr hreiðrinu gerist dálítið sem öðruvísi hjá hrossagaugnum en flestum aðfuglum. Karlfuglinn kemur að hreiðrinu og tekur með sér 2 af 4 ungum og sér alfarið uppeldi á þeim. Viðtökurnar fyrir utan eru heldur óblíðar. Það kalsarok og erfitt fyrir ungana að fóta sig í háu grassinu sem lemst og sveiflast miskunnarlaust til. Hægt og rólega tekst þó að fóta sig á stað og elta föðurinn sem vísar veginn í skjólið í móanum. His every move. Now all he has to do is stop him. Highwayman. Ciao. Kan du ikke sove om natten på grund af dyre kontokort og købsredninger? Hvis du aldrig har bolig, kan du sove i. Danford Finans har hjulpet tusindvis af boligejere med omlægning af skattegæld, dyre banklån og konto. Vi kan ofte hjælpe, også selvom du er registreret i RKI. Besøg os på danford.net. Hello, darkness, my old friend. Hi, I'm Paul Jones. I've been exposed to over 1 million media messages.